Já, komið sæl. Hún mikil sig lagðin sem liggur nú fyrir sunnaland og hún kemur til mig að hreyfast lítið næstu dagana og kemur til mig þá með að viðhalda þessari austanátt sem hefur verið hjá okkur undanfarið og þessi austanátt og að duga okkur alveg vel fram í næstu viku. Ef við lítum á hitasviðið að þá jafnframt milt loft sem að þessi lægð færir okkur og því getum við búist í því að það verði áfram hlýtt hjá okkur og raunveru erum við ekkert að sjá að fara neitt að kólna hjá okkur fyrir bara einhvern tímann kannski í lok næstu viku. En Íslandskort morgundagsins, það gæti þá litið svona út, það verður nokkuð stíf austanátt á landinu og þú gæti orðið hvöss bæði á Vestfjörðum og einnig við suðurströndina, en annars verður nú svona víða kaldi eða stinningskaldi. Það verður áfram rigning hérna á Suðausturlandi og Austfjörðum og eitthvað með suðurströndinni, en annars í öðrum landshlutum verður nú svona kannski einhver dálítið væta á og til en þó svona í minna magni. En áfram hlýtt hjá okkur og hitatölurnar víða svona í kringum 4, 5, 6 stig. Síðan áfram á mánudaginn að þá áfram austanátt hjá okkur. Spáir nú að gera ráð fyrir það gæti nú svona bætt eitthvað í hana, þannig að við getum verið að sjá víðar hvassviðri og jafnvel slegið eitthvað í storm og áfram rigning á Austfjörðum, Suðausturlandi og við suðurströndina, en í öðrum landshlutum svona að mestu leyti þurrt. Og áfram fremur milt í veðri hjá okkur. Og síðan áfram á þriðjudaginn ekki miklar breytingar, þannig helst að austanáttin hún fari svona aðeins að snúa sér til norðurs og þá svona eykst úrkoman hérna á norðanverðu landinu, en það verður áfram talsvert mikil úrkoma austan til og enn lítið veðri hjá okkur, þannig að þetta verður allt saman rigning á láglendi en gæti nú kannski svona verið einhver slita eða snjókoma svona til fjalla. Og síðan á miðvikudeginum að þá fer nú svona aðeins að breytast hjá okkur, þá svona þessi lægð þá fer nú svona að syngja sitt síðasta og það verður svona meiri norðanátt í kortunum og það fer líka kólna aðeins hjá okkur og úrkoman hérna bæði fyrir norðan og austan og hún fer svona að breytast úr rigningu í slittu, en sunnan og vestanvert landið ætti að vera áfram þurrt og jafnvel nokkuð bjart. Nú síðan ef við kíkjum aðeins til Evrópu að þá skil sem að fara yfir Bretlandseyjar og því kemur til með að rigna þar á morgun, einhver úrkoma í Suður-Skandinavíu, en svona fremur þungbúið yfir svona í Norður-Evrópu, en síðan þegar við komum niður á Miðjarðarhafinu þá lægðarsvæði sem að veldur talsverðri rigningu bæði á Suður-Ítalíu og einnig í Grikklandi og svo teygir úrkomusvæði sig alveg í áttina að Svartahafinu. En ef við kíkjum aðeins hvað að gerast á Íberíuskaganum að þá þungbúið og rigning í Portúgal, einkum norðan til, en á Spáni nú nokkuð gott veður, sérstaklega sunnan og austan til þar sem að sólin að skína, en síðan þungbúið í Frakklandi og einhver rigning svona við vesturströndina. Og ef við förum vestur haf þá nú farið að létta til við vatnum miklu og einnig verður fínasta veður við austurströndina, en það kalt loft sem hérna í framrás og spár gerir nú ráð fyrir það snjó í Oklahoma á morgun og einnig vætusamt við vesturströndina og á að rigna í raun og veru alveg frá Seattle og suður til San Francisco. En hjá okkur á morgun áfram stíf austanátt með talsverðri rigningu bæði hérna frá Austfjörðum, Suðausturlandi og svo teygir sig þetta eitthvað með suðurströndinni. Við látum þetta duga, verið kvöld, verið sæl.